Áttunda liður í dag eru sérstakar húsaleigubætur og það Hallgrímur Tómasson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér liggur fyrir tillaga breytingu á reglum sérstakar húsaleigubætur á Akureyri, en sérstakar húsaleigubætur eru bætur sem eru ætlaðar einstaklingum og fjölskyldum sem þurfa á félagslegri aðstoð að halda til að sjá sig fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslu ábyrgðar eða byrðar og eða annarra félagslegra erfiðleika. Og þessar reglur eru tiltölulega nýjar hér í bæ. Við samþykktum þær á fundi í bæjarstjórn þann 23. júní á þessu ári og þær tóku gildi þann 1. júlí. Þegar síðan farið var að vinna eftir þeim þá kom í ljós kannski ákveðnir annmarkar eða ágreiningsefni varðandi túlkun á 4. grein reglnanna, þar sem kveðið er á það hvernig þær skulu reiknaðar út í hverju tilviki, og þess vegna var lögð fram tillaga í bæjarráði þann 17. september síðastliðinn, þar sem að reynt var að komast fyrir þessa vankanta sem að þarna ræðir og skýra betur reglurnar. Það verður reyndar að játast að þegar þessi 4. grein lesin, að þá hún ekki svo auðskiljanlegasta, þrátt fyrir breytinguna. Þannig að það kannski viðvarandi verkefni okkar að laga þennan texta þannig að hann verði læsilegri og aðgengilegri og auðveldari að skilja hann. En alltént þá sem sagt sú tillaga sem að borin var upp í bæjarráði og þar samþykkt reyndar með breytingu sem gerða voru á fundinum sem að ég ekki alveg viss að hafi skilað sér allar inn í textan. Við ætlum að bæta inn orðinu mánuður þarna á 2 eða 3 stöðum kannski, en vonandi kemur það nú ekki að sök. Það þá bara hrein og klár orðalagsbreyting sem að á hugsanlega ganga eftir síðar. En breytingin sem lögð til í rauninni ein setning fyrst og fremst, eitt orð sem feitletrað í textanum sem fenguð strax í fyrstu setningu, þar sem stendur sérstakar húsaleigubætur eru reiknaðar á sama hátt og almennar húsaleigubætur en fjárhæðir og tekjumörk eru lægri. Þannig sést orðunum og tekjumörk bætt inn. Og síðan í miðri greininni kemur viðbótarsetning sem svohljóðandi: sérstakar húsaleigubætur skerðast óháð fjölskyldustærð 1,35% af árstekjum umfram 2 milljónir króna. Þetta sem sagt tillagan breytingarnar og ég legg hér með til að við samþykkjum reglurnar svo breyttar, en tilbúin til þess að fara nánar yfir þetta ef að bæjarfulltrúar óska þess. Takk. Orðið lausnindur afhendarlið. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég fagna því bara að það búið að endurbæta reglurnar og það getur vel verið að séu annmarkar á þeim enn. En sérstaklega ég ánægð með að fá þetta tæki eða þessa leið til þess að bregðast við neyð fólks og geta tekið upp þessar húsaleigubætur. Viss jöfnuður í því líka, því að það gildir, þetta hefur verið tekið upp hjá sveitarfélögum öðrum en okkur og hefur verið notað talsvert lengi í Reykjavík, veit hér. Og ég held að það sé alveg rétt að það skilyrði fyrir því að umsóknin verði með til gild húsaleigubætur. Eiginlega nauðsynlegt að það sé þarna menn hafi átt lögheimili hríð á Akureyri, það eru 12 mánuðir. Og svo líka það að veiti samt sem áður undan þá frá því að bregða frá þessu ef nauðsyn krefur. Og það svo sem samræmist öðru því sem að félagsmálaráð hefur umboð til að gera. Og ég mjög sátt við að þessar reglur séu komnar í þetta form. Takk fyrir. Orðið lausnindur þessum leið. Það var ekki fleiri óska eftir að taka til máls, þannig að ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa breytingu á 4. grein að gefa merki. Á móti. Hún samþykkt með 10 atkvæðum.